Takk fyrir það Gísli og takk Katrín fyrir að staðfesta það sem ég óttaðist. Landið ennþá stjórnlaust. Stjórnleysið á Íslandi slíkt að Vinstri græn hafa enga stjórn á reiðu stuðningsfólki eftir að stjórnarmyndunarviðræður hófust við Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn. VG beitti gömlu góðu útilokunaraðferðinni til að gera upp hug sinn fyrir viðræðurnar og útilokaði kjósendur sína, sem eru reiðari en Jón Þór Pírati þegar hann var mjög tímabundinn í sumar. Og við þurfum fokkin tíma til þess að geta unnið þetta mál. En það ljóst að flokkarnir þrír standa frammi fyrir risavöxnum verkefnum. Þeir þurfa að standa við rándýr loforð uppbyggingu innviða, auka framlög til heilbrigðis og menntamála og ákveða hver að segja Páli Magnússyni að hann verði ekki heldur ráðherra í þetta skipti. Flokkarnir þrír þurfa líka að bregðast við úrskurði EFTA-dómstólsins sem komst að þeirri niðurstöðu í vikunni að það sé óheimilt að hefta innflutning á kjöti og mjólk. En það hefur alltaf verið helsta markmið íslenskra stjórnmálamanna, samanber slagorð Alþingis, heftum innflutning á kjöti og mjólk. Það verður því spennandi að sjá hvernig ný ríkisstjórn sem samanstendur af 3 íhaldssömustu flokkum landsins afgreiði málið. Þorgerður Katrín, starfandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, var allavega ekki bjartsýn fyrir hönd íslenskra neytenda í vikunni. Eða hvernig telur hún að flokkarnir þrír taki á málum? Þú meinar framsóknarflokkarnir þrír? Þú meinar framsóknarflokkarnir þrír. Allavega. Stjórnleysið orðið svo yfirgengilegt að INN hefur lagt upp laupana á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn stofnar fjölmiðil í einhverju útsmóðinni tilraun til að undirstrika að Heimir Hallgrímsson frá Eyjum. Vestmannaeyjabær opnaði veftímaritið eitímarit.is í vikunni sem kannski merkilegast í ljósi þess að bæjarstjórinn, Elliði Vignisson, hefur verið mjög gagnrýninn á ráðstöfun ríkisútgjalda og hefur meðal annars velt fyrir sig hvort 320.000 manna þjóð geti verið með þjóðleikhús. Það má því á móti spyrja hvort 4.000 manna bæjarfélag geti rekið fjölmiðil. Í vikunni kom í ljós að þegar Jón Steinar Gunnarsson var dómari við Hæstarétt þá reyndi hann að hafa áhrif á niðurstöðu í máli vina síns. Hann man reyndar ekkert eftir þessu þrátt fyrir að var nýlega gefið út bók sem fjallar þetta mál. Ég verð að segja það að ég man þetta ekki alveg. Hafi ég gert þetta, ef að menn að segja að ég hafi gert það, þá hlýtur nú að vera eitthvað til í því, þó ég muni það nú ekki. En manstu eftir að hafa lagt eitthvað skjal fyrir þá? Nei, það man ég ekki. Já, það er alveg hugsanlegt að ég hafi samið þetta. Ég segi bara að hafi ég lagt þetta til þeirra, þá hefðu þeir betur tekið tillit til þess ég sagði við þá. Sem sagt. Jón Steinar viðurkennir að hafa í krafti aðstöðu sinnar reynt að hafa áhrif á dóm gegn vini sínum. En það sem honum finnst undarlegast er að enginn hafi hlustað á hann þegar hann reyndi það. Eitt enn. Þjóðin stóð á öndinni í vikunni þegar Brynjar Níelsson tilkynnti brotthvarf sitt af Facebook. Ég strax byrjaður að sakna Brynjars og það við hæfið að enda þetta í kvöld á fleygum orðum úr einum af fáum statusum hans sem fjallaði ekki Pírata. Ég finn þennan takka allavega hvergi nú þegar Brynjar búinn að loka sig út. Those days are gone.